Velkomin á fyrsta fund ársins í íbúðarráði Vesturbæjar, þetta er númer 52. Við erum með skemmtilega dagskrá í dag með umsækjarbeiðni á borgarlínu sem fyrsta mál og við skulum bara byrja á því og getum kannski varpað upp þannig að Jú, ekki það. Má fagna því að þessi búið að taka fyrstu skóflustunguna? já, það má fagna því. Má búin að bíða eftir þessari skóflustungu mörg. Já, og þetta er þá fyrsta hluti í það að gera brúna, sem er þetta líka hluti af þessu sem við erum að ræða í dag. Við erum hérna að ræða rammahluta aðalskipulags Reykjavíkur og þá fyrir fyrstu lotu sem er frá Ártúnshöfða og yfir Fossvog og upp í Hamraborg. Getum við fengið þannig að Skoða henn á gáttinni. já, opna þannig að þessa 105 blaðsíðna skýrslu. Við höfum svo sem ekki rætt þetta mál í ráðinu, en eins og umræðnar okkar hafa verið þá höfum við verið mikið að fagna bættar almenningssamgöngur og betra umferðaröryggi. Þannig að ég er byrjaður að skrifa nokkuð drög að umsögn, en það er svo sem að opna fyrir umræður og svo getum við farið yfir umsögna okkar á eftir. Og svo ef við náum ekki að klára umsögn hér á fundinum í dag, þá getum við gert áður að fela formanni að skila umsögn fyrir hann og leggja fram næsta fundi. Þetta er svona bara að opna mælendaskrá og mælendaskrá. Ég get Þú ætlar að byrja. Já. það margt bara mjög jákvæð. Sumt sem að ég er ekki alveg stóðum með. Fyrsta lagi hvað þetta er talið. En hluti sem eru jákvæði eru bara til þess að fá þetta inn á sögugötuna. Og þetta er svona smá slíkur þarna inn á háskólasvæðið, en þetta er þjónustu háskólasvæðinu mjög vel. Og sem bara ágætur tekjubúndur fyrir þetta. Þarna inn á Hjarðarhagann mun koma leið í nýja leiðarkerfi strætó ef við fáum það einhvern veginn. Þá tengir það að fara sem frá Granda gegnum Vesturbæinn út á Suðurgötuna hjá Hjarðarhagann og í einhverjum teikningum sem ég sá af verkstæðinu tillögur að legu frágangi, að þá var gert ráð fyrir að sérrýmið að halda áfram Suðurgötuna. Það held ég að sé bara líka mjög gott skref. Þá myndi það nýtast einmitt þessari almennum strætisvögnum síður í Skerjafjörð. Það er líka gert ráð fyrir hjólastígum þarna eftir, en sárlega vantar líka. Gangstéttirnar eru ekkert rosalega breiðar og það eru illa farnar, en lítið viðhald verið á þeim. Svo það er bara þessi framkvæmdabútur Suðurgötan getur ekki komið of snemma. Það verður mikil viðbrigði að missa Melatorg, Hringtorgið og gatnamótum Hringbrautar og Suðurgötu. En það er svona, og ég veit ekki nákvæmlega hvort þetta verði lendingin, en það eru fyrsta lagi erfitt að koma sér fyrir öðruvísi. Síðan er reyndar på, ef maður horfir líka hjóla og göngustíga, að þá hefur verið erfitt að koma þarna yfir gangandi hjólum og ýmsar ástæður fyrir því. En eitt sem að ég hef verið þótt leitt með þetta allt saman, og tvennt sem verið þótt leitt með þetta allt saman, tengir svolítið brúnni sem að mjög mörg eru mjög ánægð með. Ég viðurkenni það, það er bara augljóst. En hjarta mitt slær svolítið í siglinguna. Það hefur verið farið illa með siglingarkostnað, bara verulega illa. Og annars vegar Kópavogsklúbburinn, þau eru svolítið verið inn í lokum þarna, en þetta er ekki okkar mál. En síðan er Siglingafélag Reykjavíkur og borgin hefur verið svona að án þess að ég ætla editarialæsa of mikið
Þá hefur verið svona staðrað við að setja einhvers konar siglingakrú þarna við nýja Skerjafjörð og eins og mjög oft þegar að gera teikningar þá verið teiknaðir inn einhver svona bryggja og skútur og svoleiðis en sem einhvern veginn virðist aldrei neitt fylgja því. Svo að siglingafélagið að bara lenda í bara aftur miklu klandri þegar Ylströnd lokaði inni. Það er svona hluti sem að þykja leiðir fyrir að þetta frábæra útivistarsvæði að kyngja því. En sem er annað sem að ég er verulega að hugsa yfir og er svolítið hræddur að sérrýmið sem meðan þessi blessaða leið í á að taka, hún á að tengja sem frá Granda í gegnum Vesturbæinn, gegnum Skerjafjörðinn, fyrir flugbrautarendann og þannig út í HR. Og það er þessi yndislegi hluti Vesturbæinn sem er Ægisíða. Hún er þannig að í raun og veru frá Faxaskólanum, eða frá skólanum, er þetta að fara á stíg alla leiðina inn í Elliðaár án þess að nokkuð tíma að skera veg fyrir utan hjá Víkingseyjum. Og þá er það bara mjög rólegur 30 km hverfi. En þessi bútur frá okkur og alveg inn í Fossvogsdal er bara, þetta er svo mikið náttúra. Þú veist aldrei í miðni umferð nema núna frá enda, austur enda Skerjafjarðar að þar mun sérrými fyrir strætó og fylgja gásteinum, eða göngustígnum, gönguhjólastígnum alla leiðina fyrir sem verður eitthvað svona einhverju skurðarpunktar. Þetta þykir mér voðalega leitt og ef það hefði verið hægt að hafa brúna til dæmis aðeins hærri en það er ekki hægt út af aðflugsferlum á flugbrautinni. Ef það verður að hafa hærri þá hefði verið að taka göngu- og hjólastíg undir brúna eins og það gert Kópavogsveg. Bara svarar því að þá lendur í því að það er rosa hátt fyrir hjóla og gangandi að fara upp. Já, þú getur lyftið öllu saman eins og í Kópavogi. Já. En það er ekki vegna þess að hún verður að vera lægri miðað við flugbrautina. Síðan svona, ef maður leyfir sér aðeins að eitthvað svona brainstorm að væri einhvern veginn hægt að redda einhverju eflust er þetta ekki hægt en ég svona eða verður bara hægt að taka strætóinn inn á flugbrautasvæðið og bara ég veit en en mér veist bara mikið missir af þessu að geta bara verið í bara göngu og hjóla umhverfi þarna þessa leið og Ylströndin er bara rosalega vinsæl og leið mjög margra vesturbæinga á Ylströndina er eftir þessum blessaða og þetta eru svona tengist ekki alveg borgarlínunni en þó frágangi á brúnni og svoleiðis og það er svona ákveðnir jákvæðnir hlutir sem eru mjög mikilvægir en sem eru aðrir hlutir sem mér þykja miður og mér finnst ekki hafa verið neitt rosalega mikið gert í að mitigata að hluta til vegna þess að þetta er mjög enn. En þetta voru svona mín aðalatriði hvað mér finnst mjög jákvætt við borgarlínuna og útvarslum þarna og það sem þeir miður. Ég tek undir sérstaklega síðasta með gönguleiðina alla þessa leið. Ég nota hana sjálfur bæði mjög mikið fyrir hjól, hlaup, gangandi, allt saman. Því maður kemst í rauninu alla leið upp í Heiðmörk, nánast án þess að fara yfir götu. Það er gríðarlega verðmætt. Þannig að mér finnst við mættum koma gjarnan inn á það í ykkur umsögn. Hvort það sé að þetta milda. Það verður ekkert auðvelt sko, en bara allt sem er hægt að gera til þess að draga úr því að upplifun fólks er að þau séu í, þetta verður náttúrulega sko bara strætó. Strætóður getur rosalega tíður, en það er samt gert ráð fyrir að það eigi að vera tíðar þannig samkvæmt. Svo að það verður svona líklegir, ég var einhvern veginn að reikna út hvað maður lengi að hjóla og alltaf leið, að það verður líklegir en ekki að það fari strætó saman. Mjög. Og það er svona strax tekur einhvern veginn að þessu, en það voru fórkvæðið fyrir þessu, en þetta sé bara þessi snertiflötur og en allt sem er hægt að gera til þess að mitigata þetta, lágmarka, freyfa til, þetta sé mikið spóta, byrgið. Fleiri? Ég var í
trúanum mínum einmitt að koma inn á þetta í-leið í strætó og þar sem borgarlínan í sjálfu sér fer ekki inn í Vesturbæinn. Þá finnst mér mjög mikilvægt að taka fram þetta að þróun hins almenna strætókerfis verður að halda sendur við borgarlínu og þetta virki saman sem eitt samfellt kerfi fyrir notendur og að ný hverfisstrætó frá Granda yfir Vesturbæ, Skerjafjörð og Nauthólsvík mikilvæg viðbót fyrir okkur í Vesturbænum. Ég aðalega að velta fyrir mér þessi umsögn sem við eigum að veita, hún, snýst hún þá bara leiðakerfið eða verkefnið? Af því að ég hef sterk skoðanir á augljóslega öllu þessu, sko. Já. Og ég segi þá bara við hefum sko neðarnast, sko. En það annar mál. Já. Sko, það kannski út fyrir það sem við erum að ræða. Já, erum við ekki hér? Þegar nú erum við að ræða fyrstu lótuna á Akkurinn Fossvogsbrú og legu borgarlínu þar og það eitthvað sem kemur að því. En neðanjarðlest Ég veit að það sem að það er það sem að það með hverfisstrætum sé ekki beinlínis inni, þá finnst mér það mjög mikilvægt að við komum að þannig að því að það kannski hvernig við komst að borgarlínu helst sem íbúar í Vesturbænum. Já, nei, ég bara 100% samanlega að það fyrir að bæta hverfisstrætum. En megum við kommenta á því umsögnum eða? Kommenta á? Þú veist, af því að ég velta fyrir mig hversu langt út fyrir bara atriði sem varðar, þetta bara tæknilegs eðli sem ég spyr. Já. En það hvers langt, eða þú veist, auðvitað má umsögnin vera bara það sem hún brottur umsögn. Já. En ég velta fyrir mér hver rammir á sig sitt vera, sko. Og það aðalega bara upp á það hvort þetta vera með eða ekki. Ekki það ég ekki ósamlega eiginlega, mér finnst þetta bara ótrúlega góðar ábendingar sem að þið eru búin að koma með bæði varðsnætt og varandi þessa hjólalegi, ég var einfaldlega ekki búin að átta mig á því, sko. En já, velti fyrir mér, sko, hvað ætlum við að ramma inn? Það kannski að þú komið með þínar ábendingar og svo verðum við að sjá til svolítið hvernig ráður við móta það. En eins og við segjum, við getum skrifað umsögn nákvæmlega eins og við viljum. Eins og við segjum, það okkar umsögn. En það að vera okkar í heild. Já. Eða þú veist, einhver meiri til þetta. Einmitt. Já, ég tel þetta ólíklegt að þið muni taka þátt í öllu því sem ég vil segja um mál, sko. En kannski eitthvað. Þú mátt láta reyna og svo skulum við sjá til. Já, ég ætla að leyfa öðrum að þú kannt sjálf að meta hvað sem mun vera innamarka, held ég. Já. Og hún þarf að reyna að tegja eitthvað og svo sjáum við til. Já, en þú veist, bara svona til þess að varpa fram hugleiðingum mínum í þessum efnum, að þá það, þú veist, hvað borgarlínu sjálfa varðar, sko, þá fyrstulega held ég að verða ekki af henni. En númer 2, að þá, það aðalega bara það að ég hefði, þú veist, almennt vilja sjá hana bara öðruvísi, sko. Þannig að strætó myndi nýtast betur með henni ef þetta væri svona hraðlein, þú veist, hraðalína til að byrja með sem ég held að sé út af fyrir sig ágætt hugmynd og það ekki verið til að svona. En ég held bara það sem mögulega, þú veist, þessar hugleiðingar mínar og áhyggjur af fjármögnun og það sé ekki rekstraráætlun fyrir verkefninu og allt þetta. Ég held að það sé bara mögulega fyrir utan það sem við erum að taka fyrir hér. Já. Þannig að þá erum við aðalega bara ef við setja áherslu á bara hvort það vera á þessari götu eða hvað. Og útfærslu á stærðarskilum og eitthvað svona. Svo ég skoði athugasemdirnar sem skipulagsgátt. Það líka í skjalinu sem hengt við málið skipulagsgátt. Það bara Þau gögn sem umsögnir sem þegar komnar eða? Það eru í viðauka aftast, en sem segir bara hvert skópið á þessari tillögu er. Já, og það er svo sem ákveðar hvað við segjum. Hvað get ég segið? Inn á dagskránni okkar. Ég er með gögnin opin, en veistu hvar í skjalinu? Þetta á bara fyrstu blaðsíðu. Eftir Já, ertu að tala bara varstu komin með ég tek aftur yfir starfsmann. Varstu komin með eitthvað drög eða? Ég var byrjaður, en við erum svo sem
bara fara yfir punktana, eitthvað sem ég var með í þeim drögum. Ég svo sem líka, en ég nefndi það rétt þegar þú varst að koma inn hérna að við getum líka bara tekið saman einhverja punkta hér og mér verður farlegt að skila umsögn fyrir henn ráðsins að sauma þetta saman. En auðvitað við þá afgreiðum það einhvern veginn líka í samráði í tölvupósti eftir fundu. Ég myndi halda að þessi punktur með sko hvernig strætós fléttast inn í þetta tengis sko, bara hvernig legan getur máli við það. Ég átti mikið alveg á hvað að meina með strætósi ekki fléttaður inn í vegna þessu sko skipulags, þess að þegar strætó fór í vinnuna við þetta nýja leiðanet, þá var það einhverja 2 ára verkefni, þetta var fyrir nokkrum árum, menn ég veit ekki munur eftir þessu, og við fóru í mikið svona samráðsferlið og staðsetta á nokkrum stöðum með kort og voru að taka inn athugasemdir á netinu og á þessu kortum sem við settum upp. Og þá var útgangspunkturinn í raun og veru þessi sko, hvernig látum við kerfið fungera vel saman og láta þessar stoppleiðir og almennu leiðir virka saman. Stoppleiðirnar voru bara vinna í kringum bara hvað býr og hvert fólk að fara og það var alltaf talað þessum stoppleiðir en það vegna þess að borgarlínuverkefni var þá í svona samhliða ferli að það var einhvern veginn alltaf vitað að alltaf minnskilningur og að það hefur verið gert mjög skýrt að þessar stoppleiðir voru þessar borgarlínuleiðir. Síðan endar þarna á að gefa skýrsla hvar borgarlínu, hvaða leiðir þetta var danst, Kóví, fyrirtækið, að þau leggja til einhverja leiðir og þær voru aðeins færri heldur en stoppleiðir. Strætó hefur samt haldið inni sínum stoppleiðum, en það einhvern veginn bara það sem þau meta, en það verður þó ekki allar stoppleiðirnar í sér. Það verður kannski einhvern munur. Svo að minn skilningur alltaf verið, og það er að finna þessir upplýsingar leiðanetið á þessu strætó, að það eigi einmitt að hanga vel saman. Það eru annars vegar með stoppleiðirnar eða borgarlínuleiðirnar sem að tengja svona borgina saman eftir þessum þróunar og samgönguásum. Og síðan eru almennu leiðirnar sem að greiða aðgengi að þessum leiðum eða innan með leikarferð. Mér finnst það ferli bara að verið til fyrirmyndar og það nýja leiðanetið sýnist mér bara almennt sér vera frábært. Ástæðan fyrir því að hefur ekki náðst í gegn. Það helst í kallið með þetta nýja leiðanet. Það átti að vera tilbúið fyrir einhverju í hvað mörgum árum. Það er ennþá stendur á þessi strætó og einhvern tímann var sko eitthvað svona timeline, tímalína hvernig átt að koma og hún var 30 ára gömul sko. Já, Svo þetta tafist alltaf mikið bara vegna þess að stjórn strætó hefur ekki viljað slöpa pening í það. Og ég myndi alveg sko styðja það að setja þarna inn í að það er ekki nóg bara komin borgarlínuna, heldur þarf þetta að gerast í samhengi við allt hitt og það þurfi bara að fá þessa endurskoðun eins og til dæmis þessa leið í sem verið gegnum Vesturbæinn og mun hendi skipta töluverðu máli. Svo ég myndi alveg vilja koma því angoli inn í þessa umsókn. Tek undir. Já, þetta er bara útskýringar sko, þetta er ekki drátt sem ég ætti að segja. Í raun og veru sko, mín sýn á þetta allt saman er svo að ég tel að það ætti að vera minni vagnar, örari innan hverfisins sem stoppa á fleiri stöðum. Og mér finnst að ef við ætlum að vera með hraðleiðir svona eins og borgarlínan á að fúkari í kjarna sínum sem að þá ættum við að vera með enn fleiri svona örleiðir innan kerfis. Nei, innan hverfis vegna þess að þú veist, hverjir, það eru svona 2 hópar sem nota almenningssamgöngur og ég meina, þú þekkir þetta allt mjög vel, þú veist, það er annars vegar börn og fólk sem er að ferðast eftir þjónustu innan hverfisins, það var helst börn og svo framvegis og ég meina öll viljum við náttúrulega búið til sjálfbær hverfi og það er alltaf markmiðið líka og svo ertu með fólk sem er að ferðast milli kjarna sem er þá þessi hraðalína sem borgarlínan á að virka sem og og í raun og veru hefur mér þótt eins og þú varst að nefna strætó hafa orðið eftir og gleymst svolítið að því ég veit hvað er búið að setja marga milljarða bara í að teikna borgarlínu sem ég svona pirra mig á að hefði geta verið settir í strætó og eitthvað, en það er svo sem fyrir utan það, en ég er ekkert ósammála þessu sko,
og þú veist, þannig að ég alveg til í að teygja mig þangað í þessar umsögn, eða þið gerir allavega, og ég styð það 100% að þið tala að þurfa að taka strætó, og þess ef ég ætla að vera með fullkomið leyfi hérna, þá myndi ég segja að ennþá frekar að breyta, þú veist, bæta ennþá frekar þjónustu og akstur strætó innan hverfis, þannig að ég til það sé besta leið til að keppa við einkabílanotkun innan hverfis. Já, ég heyra þetta tölvöru samhljóður, og ég vil ekki eyðileggja það, en ég vil koma með svona smá aðra sýn kannski á þetta. Annars vegar með stærð vagnana og hins vegar með innan hverfis strætó. Mín upplifun að til þess að strætó sé eitthvað sem þú bara stekkur í, þá þurfi tíðnin að vera mjög há. Já. Og hversu stóri sem vagnarnir eru, að þá verður sem dýrasti hlutin að þessu launakostnaði. Svo það verður alltaf spurningin bara hversu mikið við borga strætóbílstjórum, sem ekkert rosalega mikið af, vegna þess að ferðaþjónustan tekur töluvert af því. Til þess að vera að aka hverfið með jafnvel þótt þessu litlir vagnarnir, hálftóma vagna, bara til þess að fólk geti alltaf komist í. Mín reynsla af bara því að er bara það sem ég séð í hverfinu, til dæmis krakkar sem reiða sig mikið á, eða eru mikið að ferðast innan hverfisins án bíls, og þau labba og hjóla mig, og reiðhjólin held ég að séu, ef við ætlum að auka aðgengi ungs fólks að hverfinu og gera samgöngur án einkabíls að ennþá raunhæfari kosti, að þá væri frekari með þetta að gera bara hverfið öruggara og aðgengilegra fyrir gangandi og hljóðandi. Það er svona mín sýn á það. Varðandi stærð vagnanna, einhvern veginn heyrði ég þetta og ég veit ekki hversu mikið rétt af þessu. Ég sé reyndar að strætó komi með svona hálfvagn, hafið séð það? Já. Ég er bara erlendis. En það sem ég heyrti með þetta, vegna þess að vagnin mun alltaf kosta einhverja 10 milljóna, sama hversu stóran. Og rekstrakostnaður á stórum vagni er ekki mikið meiri heldur en litlum vagn. En það að þurfa að skipta vagn og eiga eitt stóran vagn bara fyrir toppana, en alltaf keyra á litlum vagni í restina, það er dýrt. Og eitt af því sem að strætó hefur neyðst til að gera, hefur ekki getað farið í þjónustu aukninguna undanfarið, vegna þess að þau bara fóru mestur á kúpuna í kóp. Og mér skilst, heyrði ég einhvers staðar að ríkið alltaf að koma inn í og styðja við, gerðu það sem ekki. Og þess vegna strætó þurfti að taka allan peningi sem átti að fara í endurnýjun flotans, bara til að láta batterið í gang. Svo að við erum komið með gamla vagna, viðhaldið þeim töluvert, og frekar heldur en að kaupa stóra vagna og litla vagna. Það var bara einn stóran vagn, sem við getum þurft á að halda hverju leið, og við kannski verið með liðvagna eftir, ég veit ekki hvort ég hef tekið leið 6 eða eitthvað svo leiðis, og nú Hallgrímsbrekkunni á mótana, hún er bara stökk. Svo þá þarf meira kapasiteti þar, og þá er alltaf komin að liðvagn, þá er alltaf lægi að láta hann keyra. Og ef við þurfum heilan vagn á einhverju leið, einhvern tíma dags, þá er bara eins gott að nota hann bara. Og það er svona argumenti sem við heyrt með það að vera með litlu vagnana, þá er þetta að nota það litlu vagna, en bara ef að við þurfum aldrei að fá meira kapasitet. En heyrði ég reyndar einhver önnur rök. Ertu þá að tala í samræmi með borgarlínu eða þessu innan hverfisstæði? Innan hverfis. Já, ok. Svo ef við einhvern tíma viljum innan hverfis vera með meira heldur en passar inn í svona lítinn vagn, að þá myndum við vilja vera með stærri. Ég veit ekki hversu mikið með hvort það er meiri hávaði í stærri vagnum, ég þekki það ekki nákvæmlega. Ég held að þessi meiri hávaði bara frá bílaflugum, og að vera með rafmagnsvagna, það er talað um að fara í metan fyrir stærri vagna, það er bara ókeypis afurð sem annars verður bara að venda, sem er bara hljómar skynsamlega, en kannski fyrir innan hverjus vagna getur verið rafmagn. Maður sem vinnur með mér sem er í stjórn strætó, það sem vonum við tíðast er að eru
ákveðin vandræði með það að kaupa inn. Ef þau kaupa í vagna, ef þau gera það í útboð sem þau þurfa að gera, þetta eru stórar fjárhæðir sem umræðir. Ef þeir gera það, þá sem sagt lægsta boð, jafnvel einhver vagn sem þau þekki ekki til, þau eru með risalager af varamöndum. Þau eru ákveðna tegund vagna sem hefur verið hagkvæmur rekstri og það hefur verið lendingin hingað til. Af því að Strætó inn í þessu regluverki og af því að þetta svona, þá mega þeir ekki gera annað en að taka lægsta tilboði, jafnvel þó að vagnarnir tilboði séu alveg ný típa og jafnvel þó að kosti það að varandalagurinn verður að margfaldast og flækjustigið við að viðhalda vagnunum margfaldast og svo framvegis. Þannig að þú veist, ég veit ekki hvort það kann að vera að þetta breytist ef eignarhaldinu verður breytt. Að þá getið þið sagt, ok, að þeir megi horfa á stærri myndin og segja, ok, við erum ekki bara að horfa á nákvæmlega innkaupin, á degi 1, heldur heildarkostnaði við viðhaldsvagnana og því að halda batteríinu úti. Meðan þetta svona inn í þessu þrönga regluverki, þá þau bara að reka sig á endalaust og býr til lengri tíma kannski mikinn kostnað og vandræði. Með bara rétt skjóta inn í. Varandi, Klappappi búið að taka á 2 milljarð, þannig að það hefur svolítið sett líka í það að þeir voru ekki með peninga í fjárfestingar. Ég held að við höfum keypt nokkra lítið stóra bíla fyrir það. En allavega, Bíll kostar svona nokkra tugi milljóna. Strætó kostar 30-50 milljónir. Já, ég var að segja á 2 milljarð. Ok. Já. Ef þú tekur þetta allt saman, Já, fram til þessa tíma. En það þetta bara aukaatriði, Hitt sem þú ert að nefna, þetta líka sem ég hef heyrt, og þegar ég hef verið að spyrja fólk út í þetta, þá benda þér á borginni, þetta snýst bara að vera betri útboð, Það reyndar bara svona vanda svolítið það, en þú veist, þetta svona, það alltaf einn með, þú veist, vandamálið hinn með svarið, hvort þið komið saman, það Svo líka bara, við vera með aðfinnslur en ekki gagnrýni, þannig að, þú veist, Ég sem þið vilja koma að. Mér sýnist að við þurfum að vinna svolítið að orðalagi og svona til að geta saminast umsögn okkar. Þannig að ég mun leggja til að mér verði falið að skila umsögn fyrir hönd ráðsins. En það meira sem þið vilja koma að í umræðunni sem ég tek með mér þegar ég vinna á fyrstu drögum svona úr þessu fundi þá koma ég að fráfæra núna Alda fyrst og svo ég ætla bara slá þann varnaglægi að það eru allar líkur á því að ég verð ekki með í umsögninni. Ég þarf eiginlega bara að sjá hana. En bara á öllum ólögstöðum. En allavega, svo var hitt af þeim atriðum sem ég sem áhyggjur af, það hvað varðar Elliðaárdalinn sérstaklega, varðandi laxastofnana, eða fiskstofni þar, mengunarhættu og ég veit að þeir tala náttúrulega að þeir ætla að reyna að gera sitt besta að draga úr henni. En ég væri til að vita hvernig mér finnst ekki nógu vel útfært hér, hvernig ætla að draga úr henni, kannski vita það ekki og kannski það er læg. Utan hverfisins, það væri bara annað. Það er utan hverfisins reyndar, það er náttúrulega í öðru hverfi, en kannski það er eitthvað sem Árbærinn er að spá í. Annað varðandi Suðurgötuna og fleira í man ekki hvort einhverju hefur verið sagt frá alltaf, þú veist, kantanirna og fleira eru friðaðir og það eins svona það eitthvað þannig við Suðurgötuna, ég man ekki hvernig það var byrju, við Kirkjugarðinn. Já, við Kirkjugarðinn. Þeim, það fer ekki það. Nei, það var hægt við það, já, einmitt. Núna er það hinum megin við. Já, hinum megin við tjörna, en það líka sem við getum stikað undir að finnst það vera rétt að leiðina þegar það að skissa upp þarna möguleikan á að fara Suðurgötuna. Munið hvort það átt að minnka tjörnina við þetta? Nei, það gerist ekki. Er það ekki bara það að loka allir umferð þarna Bílaumferð, já. Og var búið að segja eitthvað til þú veist, hvert þú ætti að fara? Eða eitthvað svona,
það var eitthvað sem ég var með haustum sem var Og spurt það var með fundinum, já, en ég man ekki. ég man ekki hvað svarið var, þú veist, hvort þeir voru búin að gera, hvað heitir þetta, svona könnun á, þú veist, hvert álagi færist, af því þú vilt heldur ekki að færist inn í þingholtin eða eitthvað að fólk til að komast að, sko, hvort að það er örugglega hægt að vera með mótvægis aðgerðir, sko, en ég veit ekki hver það eru. Já, þetta er borgarlínubrautir hafa mikil áhrif á þröngan götur, ramma, suðugötur sem nýtur hverfisverndar eins og allt miðbæjarsvæðið. Og mörg húsin eru friðvænna aldurs og eitthvað. Þetta stendur þarna, en núna þegar þið segja þetta, þá er ég að velta fyrir mér, þetta er blaðsíð 3. Stendur hvar sér þú? Blaðsíð 3. Já, í skjalinu. Já, en við tjörnina, og ég held að það sé verið að tala um af hverju kannski þeir veldu, en er það þá afstæða sem við tökum að velja frekar þá Tjarnargötu heldur en Suðurgötu, ef það ekki, ef að þið er náttúrulega samanlega, því ég er alltaf með varnaglanum og kannski alltaf vera með sér alveg. Fríkirkjuvegur og Skótursvegur. Já, Fríkirkjuvegur minna ég, Fríkirkjuvegur. Það er ekki meira sens heldur en að fara í gegnum Vonarstræti og svo. Já. Suðurgötan aðalega á þessum staðan sko er ekki, það er bara lítið af fólki þar. Já, það er betra upptökusvæði á Fríkirkjuvegur. Já, hárrétt. klárlega. Eða þess mér finnst það líka uppi. Hún var ennþá fullt af fólki þannig í Vesturbæ sem Aðgengi á Suðurgötu, en Já, maður vænti þessi minna rask. Það þarf ekki að kaupa upp ykkur að jaðra á ykkur einkalóðum, skilji. Vænti ég. Já, allavega. Þannig að það er, að því þetta á að vera eitthvað sérakrein alveg frá Hljómskálagarðinu? Nei, ekki Hljómskálagarðinu, alveg frá Skothúsvegi að, hvað er þetta? Er þetta ekki Hverfisgötu? Er það ekki rétt? Að þeir eiga að vera, þá eiga ekki að vera umferð þar. Já, Hverfisgötu með aðra leið. Aðra leið. Sérakrein aðlega blöndu umferð hérna. Já, blöndu umferð hinum meina. Það eru 2 akreinir og það verður að gera. Já, ok. Allavega. Þá myndi ég bara, þar sem ég kom með athugasemdum að það væri gott að fá umferðarmat. Heitir þetta ekki umferðarmat? Það sem þú metur hver áhrifin kunna vera á svæðinu af umferðar og bara upp á það að geta brugðist við. Brugðist við. Ef það kemur til mér sem ljós að viðkomandi metur að þetta mun leiða mikið inn í eitthvað annað lítið viðkvæmt hverfi umferð vegna vinnustaða sem að eitthvað bla bla, skiljum við, þá gæti verið að það sé til einhverja lausnir á því að eitthvað til þess að minnka áhrifin. Ég veit ekki hvort það sé, en það er bara, ef þú ert með matið þá minnst okkur stertu búin að spyrja spurningarnar og mögulega fá svör. Ég veit eitt sem að konu sinni gefum Fríkirkjuveginn á leiðinni til vinnu daglega, en ég get alveg séð Hofsvallagata, Túngata, þannig í bæinn þar þeim megin sjálfur þegar ég á leiðinni gegnum bæinn þá þar er ég ekki á Fríkirkjuveginum haldan. Nei, það kann að vera að það hafi ekki áhrif, það er bara fínt að það liggi fyrir. Þetta hefur þetta áhrif. Já. Og eins og þeir segja, þessi farið Skothús og Fríkirkjuveg gert ráð fyrir að hafa einhver áhrif á Tjörnin og Hljómskálagarðinn, en göturramminn er þar mun rímlega blabla, gerum maður ráð fyrir umferð færist á nærliggjandi götur. Það er eins og þetta hafi ekki verið kannað nánar. Það er sennilega. Eða ekki byggt. Það er allavega gott að, ef það til könnun það, sem ég held að það sé ekki til, en ef það til væri gott að kalla eftir henni eða þá, ég seti einhvern fyrirvara það að, svona, að gott að svona líki fyrir, þetta er líka, ef við hugsaum nokkur skref lengra og þegar kemur að deiliskipulagsgerðinni, að þá, verður örugglega einhver rusli og þá er gott að vera þar sem þetta svona með verður reifað, örugglega að mér, skilju, og og þá er örugglega betra að vera með einhver svör. Eitt annað, þurfa þeir að leggja allar þessar götur upp á nýtt lík þar með talið Hverfisgötuna. Af því að munið þegar þau voru að leggja Hverfisgötuna, það tók það eitthvað 2-3 ár og það fyrirtækin voru, það var ekki gott. Já, það var náttúrulega aðalega út af
Það kann að vera út af Vögnum og veitum en það væri alltaf gott að vita þarf að færa þar aftur eða sleppur það. Og Hverfisgötunum gerir ráð fyrir það að við bara, veit ég ekki, gerir ráð fyrir þetta hefur verið gert til þess að þetta geta að gera neitt svona aftur. Já, ég er ekki viss. En aðeins, ég er ekki með svör þessu, en þetta er bara spurning sem að... Ég var með nokkur spurningar í kollunum og ég er búin að henda þeim fram. Já. Kannski var ég með fleiri en ég þetta ekki með það. Og það var fleira sem fyrir koma núna. Nei, aðalega er ég bara... Magnaði, ég hafi ekki áttað mig á þessu punkti sem þú varst að koma með varandi hjólastiga, því þetta er alveg... Hjólastíga. Að þú getur hjólað alla leið úr Vesturbænum upp í Elliðaárdal og jafnvel, hvað sagði þú? Bara upp í Heiðmörk. Heiðmörk, það er í raun og veru ótrúlega magna. Ég er bara, það er svo langt síðan ég hjólaði þetta, ég fatt, upp í Elliðaárdal, ég var ekki með það. Ótrúlegt hvað meðluti Samfylkingar og annað hefur náð fram. Já, nei, ég veit ekki, kannski voru þau. Og jafnvel frá Ég get ekki svarað Granda því. í kringum Seltjarnarnes og Ég er bara því mér ekki með forsend til þess að leiða þetta ef þetta er vitlaust. og jafnvel frá Granda í kringum Seltjarnarnes. Ekki allar hringir á Nesi. Nei, ekki alveg, en samt, næstum því. En ég hugsa að það taki ekki lengri tíma en að hjóla í beinum, þú veist, þetta er alltaf frekar fljótt tíma. Ok. Nei, ég legg til að við samþykjum að fela formanni í samvinnu við ráðið að skila umsögn ráðsins fyrir tilskilin frest. Er það samþykkt? Já. En ég setja hana fyrirvara mína aðstöðu. Auðvitað, það verður alveg hægt að ekki standa bak við umsögnina og það er líka hægt að bóka það þegar við leggjum umsögnina fram á næsta fundi. Hvað er það sem að myndi draga úr því og geti stutt? Ég bara þarf aðeins að melta það með mér, þú veist, af því að út af einum ýmsum gagnrýnispunktum af þessu öllu saman, þú veist, bara aftur fjármögnunaratriði og það að þessi kostnaðaráætlun Neðanjarðarlestin kostar ekki minna, sko. Hvað segirðu? Neðanjarðarlestin kostar ekki minna. Nei, en hún er betri þjónusta, finnst mér. Algjörlega. Ég vil til að setja meiri pening, en ef ég til að setja meiri pening, þá vil til að setja minni pening. Já, sko ég veit ekki hversu mikið tíma Ég held að eða við skulum fundurum ég var að eyða í. geyma þetta, þegar þetta verður ekki hluti af þessu núna hvort það er. En okkar tímur koma með lestina, sko. Nei. Þá ljúkum við þessu þannig. Næst er það auglýsing tillaga breytingar á deiliskipulagi Norðurstingsreis á Ægisgötu 7. Þetta er deiliskipulagsbreyting sem við fengum send svolítið seint. Þannig að fresturinn er formulega útrunnin en við skulum samt taka umræðuna og hvort við viljum skila umsögn. Þetta er húsið á Horninu á þessum Mýrargata og Geirsgata, Snædis og Ægisgötu og þar sem það er listamannavinnustofur. Já, fenómenum, já. Það eru komið þannig töluvert af umsögnum sem eru það mestmegnis gagnrýni á að það stendur til að opna fyrir gististarfsemi, hótel og eða gistihús eða gistiheimili. Meðal annars vera að vísa til að það eru mjög mörg hótel og gististaði á svæðinu í mjög miklu nálægð og auðvitað að það vera mikil umferð og bara mun hafa ótrúlega áhrif á hverfinu og það sem við höfum rætt mikið okkar milli umferðaröryggi og bílastæðamál og þetta allt þá ég búin að skrifa drög af umsögn sem við getum skilað inn og pælaði hvort við ætti að lesa drögin og svo getum við rætt að hvort að við viljum skila inn umsögn og þá hvort það sé eitthvað sem vanti. Ein spurning, þegar þau senda þetta inn meðan auglýsingatími hann er liðinn, eða ekki? Já. En það er ekki búið að samþykkja endanlega deiliskipulagið? Nei. Bara búið að samþykkja auglýsa, þannig okkur umsögn á þetta. Já, fresturinn var núna rétt fyrir helgi, þannig að ef við afgreiðum þetta í dag þá náum við að lauma það inn. Já. Það er svona. Er eitthvað hérna, sérstakar? Það er alveg að heyra bara að lesa drauminn
Þetta sagt byggt á mikið af umsögnum frá íbúum en bara svona stuttilega taka svolítið undir. Íbúar á Vesturbæjar hefur áhyggjur af aukinni gististarfsemi í gamla Vesturbæ. Í staðinn mikilvægt að tryggja... Viltu lesa hægar? Nei, fyrir ekki það. Byrja aftur. Já. Er hægt að setja þetta bara upp á skjáin líka, er það ekki? Já, nei, ég er að tengjast. Já, ættir að geta það hérna með Server. Já. Má sjá. Tjarnarbúð. Já. En það beigist með, ertu með Webex opningar? Nei. Það sem að hinn sem þið bara með fundarhættinu. Og svo komum við strengur líka. Svona. Já, þetta á mjög. Það er þú að samþykkja einhvern. Svo það er... Þetta er. Já. Íbúar á Vesturbæjar hefur áhyggjur af aukinni gististarfsemi í gamla Vesturbæ. Í staðinn mikilvægt að tryggja fjölbreytta starfsemi í hverfinu, meðal annars með góðri aðstöðu listamanna. Íbúar hafa bent á mörg atriði sem sýna fram að þessi breytingin hafa óheppilega áhrif á hverfinu. Sérstaklega hefur ráðið áhyggjur af umferðaröryggi á svæðinu. Áhrif á hverfið? Hverfið, takk. Mér finnst eins og ég hafi séð einhvers staðar að í Vesturbænum hafi verið hlutfall gistirýmis komið upp í einhver mörk. Já, það eru nokkrar umsögnir sem vísa í það að það hefur náð eitthvað ákveðið hámark í 101. Ég hef ekki kannað það sérstaklega. Er ægiskatinn ekki 101? Jú. Þetta er hérna gata sem leiður upp að búlunni. Já, ég veit alveg hvernig þetta er. Mér finnst einmitt sko að skipta úr sem aðstöðu fyrir listafólk yfir í gistirými fyrir túrista sem er bara mjög mikið af á þessu svæði. Mér finnst einhvern ekki bara Það er ekki að hengt þar sko. Nei. Að það væri bara skrif í bara kolranga. Og jú, þetta fínt að hafa gistirými fyrir ferðafólk, en og ferðamennir hefur skipt okkur alveg líkil hlutverki frá brunni og slíku. En á einhverjum tímapunkti sko verður þessi stemning sem að gerir miðbæinn svo aðlaðandi ekki lengur til staðar. Og eitt af því sem að hefur verið bara svona sölupunktur fyrir Ísland og Reykjavík, það hefur verið aðlaðandi einmitt bara þetta ríka menningarlíf. Það er ekki Kegg sem var að loka þarna fyrir tónlistarrýmið sitt og breyta upp í bara einhver gistur. Mér eftir þessu. Jú, eða bara það stóð ekki undir kostnaði. Já, við erum einhvern veginn svona bara detti í það að bara fara að græða nú mikið af þessu. Þurfum einhvern aðeins að setja svona einhver mörk á einhverjum tímapunkti þá. Það er bara á hinum endanum það að það
þú veist, ef það er bara viðhorfið að það borgi sér hreinlega ekki að gera út, þú veist, ég meina þetta sé bara óhagkvæmt og allt það, þá bara hver á það að borga, standa undir þessum kostnaði, hver á að gera það? Að það að vera á forræði borgarinn? Nei, það er kannski spurning sko vegna þess að það er leyfi til að vera með gistirými og ef það er ekki gistirými þá er bara bannið. Og ég vil segja að þess vegna sko fjölbýlishús væri betra heldur en gistirými. Þá er þetta með íbú sem er á svæðinu. Ef það bara engan veginn nú sko er einn deilgildandi þá má mega vera 15 íbúðir 12 sem eru þarna á 3 hæðum við vorum með umræðum á síðustu fundum með til dæmis nærþjónustukjarna og þá vorum við að tala að við erum með ákveðna nærþjónustukjarna skilgreinda til þess er raunverulega neyða fólk til þess að vera í ákveðin starf. Og þá var það bara þannig, ok, ég með þetta rými hérna, það ámarka tekjurnar af því, en þá var ég að gera innan ákveðs fram. Og ef ég get ekki tekið boðum upp á íbúðarhúsnæði eða gistirými eða slíkt, þá bara tekið hæsta sem er í þessum. Það er ekki þannig að sko, nú veit ég ekki hvað tekjur hafa komið inn í gegnum listafólkið. Mögulega var það bara ekki nóg til þess að reka húsnæði. En þarna er verið að tala um að fara í framkvæmdir og ef það kostar það. Og þá spurðum við sko hvað ástæðan með því. Við þetta verður svona alveg opnar spurningar og þetta með sko hvenær er komið of mikið af ferðafólki eða gistirýmum. Þetta er eitthvað sem er ekkert augljóst. En mín tilfinning er svo að við erum meira komin. Og ef að lendingin væri að til þess að láta þetta rými bara ganga, að breyta því í fjölbýlishús, frekar heldur en þessu starfsemi sem er það núna, sem ég er ekki viss að sé nauðsynleg, að þá væri það betri lending heldur en gistirýmum, vegna þess að þá fáum við mannlíf með íbúa. Já, ég held að við séum komin að þessum mörgum. Við viljum hafa fjölbreytta borg. Þetta er ekki skilgreint sem gistulóð til skipulag í dag, þannig að til þess að fá það samþykkt, til þess að fara að byggja það, þá þurfum við að breyta þessu. Já, það er það sem Já, akkurat, þannig að Var þetta ekki íbúðir fyrst? ég held að búið að vera geymsluhúsnæði lengi. Sem í deiliskipum er heimild fyrir þarna 15 íbúðir. Já. Ég er bara svona til að koma með persónusögur. Er ekki vísindalegir en skipta kannski máli bara einmitt upp á upplifuna og ásýndina. Ég þekki íbúðum á Vesturgötunni og þau kvarta svolítið yfir bara hvað er mikið af túristum í skammtíðanlegunni. Þetta hefur alveg á og á einhverjum tímapunkti sko ferðu frá því að vera hérna er fjölbýlishús og við erum 8 fjölskyldur sem búum hérna í þessu yfir í það sko 5 fjölskyldur og síðan 3 sem er alltaf í einhverju en þegar við komum yfir 3 fjölskyldur og 5 íbúðir sem eru í skammtímaleigu þá átti ekki nákvæmlega. Svo að einhvers staðar þarna sko förum við yfir því að það er bara meirihlutin eins og það er í tilfinningin svo að meirihlutin er bara túristar. Upplifir þú búir í gistirýmis frekar heldur en í hverfið með nágrönnum. Þá erum við komin á Hólabraut. Og eins og segi, ég hef ekki dölur en svoleiðis en í tilfinning er það sem komin á þessum stað. Hvað finnst ykkur drögin? Er eitthvað sem þið viljið breyta eða ekki, eða viljið ekki? Mér sýnist að við séum svona að við viljum kannski segja eitthvað. Mér finnst að kjarna þetta í raun og veru ógeðslega vel. Það er mjög gott. Þetta er ekkert rangt sem að við komum inn á fram. Ég er alveg sammála að það hafi verið ágætt eftir að það er búið að fjölga mjög stundum tíma. Hótel nýtt hér,
nýtt hana bytta á móti þessum búið þegar maður núna koma þetta þarna líka fyrir utan allt hitt sem var til staðar, sko. Og fyrst kostur náttúrulega við hótel það ætti vonandi að taka, kannski aðeins draga úr eftirspurningu Airbnb en ekki á þessu svæði, vegna þess að þetta bara þannig svæði. Og svo það hittin varandi umferðina, af því að flestir koma til Reykjavíkur eða Íslands til þess að ferðast út á land, þannig að túristarnir alltaf á bíl. Þeir eru ekki endilega að koma hingað nema bara kannski ég get alveg ráðstefnur eitthvað svona, en annars eru þeir að ferðast. Þannig að það er 5 fylgibílar, sko, frekar en þegar við ferðast erlendis, sko. Einu sem, myndi kannski verið að orða þetta en sterkar, en þetta held ég það sem að þurfa að segja, en ég myndi ekki vilja draga úr því en ég myndi vilja ekki eitthvað. Það auðvitað að taka undir með íbúum sem hafa nú þegar líka skilað mun lengra og ítarlegra umsögnir og sérstaklega að ég skatta 5 húsi við hliðin sem að skilja mjög langri og ítarlegri umsögn. Hvað? Það eru rúmlega 20 umsögnir sem hafa komið. Ég veit ekki að ég komið með örlítlega svona loka smáatriði. Eins og þegar ég verið að vinna í vísindamiðlum, þá erum við svolítið að passa upp á orðnotkun og ég voru hrifinn af þessu hriftur orðið fólki. Já. Ég til saman. Já. Það var það sagt. Það hefur verið mikið kvartað af listamönnum. Þetta er bara búið að vera rosalega baráttu fyrir það. Það bara rýmum fyrir listsköpun fækkar, hvort sem það segir tónlist eða hljómleika staðir eða. Og þetta kemur inn sko ef að það er bara fasteignaeiganda að gera frjálst hvernig þau hámarka nýtingu sínar. Það myndi náttúrulega eins og bara breyta þessi í Bitcoin farm eða það myndi borga sig. Svo að listafólk er aldrei með djúpa sjóði. Svo ef við ætlum að hafa rými fyrir listafólk einhvers staðar, þá líklega þurfum við bara að tilgreina að þetta bara þannig. Þá myndi bara fasteignaeigandi ganga í þann rekstur með það sjónum. So, verður bara til samþykktar? Já, við samþykkum þetta bara. Já. Einhvern mótmæli þessu? Það var samt best samstíð. Ég skal senda þér Thank you. Þá skulum við færa okkur yfir í næsta lið. Við erum að fara inn í 3. lið sem stýrihópur stefnumótun fjölmenningar borgarinnar Reykjavík. Það eru bréf frá mannréttindi á lýðræðisskrifstofu. Það þá stýrihópur sem skipaður af borgarstjórnarfulltrúum. Sabína Magna, Magnús Guðjón, Sanna. Einhverjar spurningar eða athugasemdir eða eitthvað? Svo sem sagt ekki. Þá þetta lagt fram fyrir ráðið. Kannski bara ein spurning, það stendur niðurstöðu stýrihópur sem verið að laga fyrir borgarráð fyrir lok maí 2005 og sem segir að stýrihópurinn mun kynna vinnuna fyrir fagráðum. Það bara, vitið hvort það sé búið að negla niður hvernar þeir ætla að gera það eða það bara verður einhver tíma? Það bara beint í kjölfarið, hugsa ég. Þessi, já. Það bara mögulega á júní fundinum eða hvað? Já, það er flest. Já. Það fyrir lok maí, þá mun við náðu inn á júnífund eða við þetta fyrir, já. Náttúrulega eitthvað hafa, fara hópurinn til eitthvað að koma fyrir þessi ráð og nefndir á þessu tímabili. Og sama ef að þið óskið eftir að hópurinn kynni vinnuna fyrir ykkur, þá hafið þið kost á því áður en þetta verður kynnt fyrir borgarráði. Við skoðum það en það ef einhvern
fá kynningu þá getum við alveg reynt að gera það í kannski apríl þegar að við höfum fundið og það er kannski komið langleiðina eða bara eftir að verðum við bara að heyra í hópin. Þau voru með kynningu á verkefnum og markmiðum stýrihópsins fyrir velferðarráð. Fyrir áhugasama þætti það verður að koma á netið ef það er einhver áhugasamur það. Ég fyndi að gera velferðarráðs frá 15. janúar. Það er náttúrulega ekki niðurstaðan en það er mest að kosti markmið. Góð ábending. Næsti liður á dagskrá hjá okkur er fundadagatalið fyrir vorið. Þetta er eins og vanlega, þetta er þriðji mánudagur hvers mánaðar nema í apríl því að þá er þriðji mánudagurinn annar í páskum þannig að þá færum við fundum í viku það verður 28. apríl í staðinn. Það er mjög lítið svigrúm til að gera breytingar á þessu en ef það er eitthvað þá erum við komið með ábendingar. Það er bara rétt að masseiru og Já. Heldur ykkur að ég verði ekki akkúrat þessum degi? Ég næ ekki þá aprílfundurinn. Nei, hann er ekki en það er þá bara einn svo sem að ég tappa. Já. Kannski vonandi sleppur hitt. Já, hitt að það sleppur. Það er bara aprílfundur sem að 16. júní er ég alltaf. Það kemur Björn í verðstæðan. Það er flott. Þá erum við bara samþykkja þetta. Ekki? Samþykkja afgreitt. Síðast liður dagsins er málverki hverfisins. Eins og við nýtta þennan lið þá ef það er eitthvað sem þið viljið koma á dagskrá eða eitthvað sem ykkur datt í hug síðustu vikuna og sem komst þá ekki inn á dagskrá. Ég sagt frá því að ég hef fengið fyrirspurn að taka upp skólamál í hverfinu og setja það á dagskrá og fá kynningu. Þannig að við ætlum að skoða möguleikann á því og hvernig getum lagt það upp sem best. Við höfum auðvitað verið í Hagaskóla og fengið kynningu þar áður en þetta væri kannski hugsa meira heildstætt og þá líka fá smá svona stöðuna á framkvæmdum sérstaklega í Hagaskóla og hvernig þetta er í öðrum skólum í hverfinu. Já, mér langar að koma á framfæri, mér langar að við förum aðeins ofan í saumana á reitnum það sem brann. Já. Það er, og nágrannar eru við ágifullir að það séu einhver áform stóra byggingar og sem ekki samræmist götuvind og bara, það er bara verulegar áhyggjur og það er bara, myndi vilja koma því á dagskrá og fá að vita hvað gerast þarna, hvaða áform eru fyrirhuguð eða hvað er teknibólinn og þá geta haft eitthvað það að segja. Það eru verulegar áhyggjur nágranna og manna sem að vita á fyrirhandi formans íbúðarráðs og stjórnarráðs. Er þetta ekki bræðbólkstíð 1? Jú. Ég tek undir þetta með þetta ef ég ætla að myndir eitthvað skoðans, gerir gjarnan, kemur algjör á hann, að þá myndi ég segja að fallegast væri ef þetta væri byggt í upprunalegri mynd eða að minnstakosti á þann veg að felli vel inn í arkitektúr hverfisins. Af því þetta er hverfi sem lítur hverfisvernd af ástæðum eins og við öll vitum að ég hef mikil sérstök áhugakonum hverfisvernd og þykir mikið að halda í þetta heildarútlit sem einkennir þetta eitt af elstu hverfum bæjarins. Við erum með göttuna Bræðbólkstíð 2000 Já. Sem að félagi minn á er eitt elsta, ef ekki elsta hús borgarinnar sem að er í upprunalegri mynd og það var alltaf bara afskaplega leiðilegt fyrir götuvindina og hverfið ef þarna kæmi einhver kassi, einhver kumbaldi sem var rústa þessari
skemmtilega mynd sem er þarna í kring, sko. Það gengur ekki, sko. Ég fæ bara pluss 1 á þetta. Ég held að hverfisvendinni sé rosalega mikilvæg upp á ásýnd þessa hverfis hluta. Það er eins og ekki nóg bara að segja þetta hverfisvend, þá getum við bara verið róleg. Íbúasamtökin voru nýlega með lappitúr í gegnum gamla Vesturbæinn, þar sem við fengum Pétur Ármannsson hjá Blindrastofnun til að koma og hann var svolítið að ræða einmitt bara svona byggingarsöguna og sem var líka rætt einmitt þessi hverfisvend. Og vandamálið við hverfisvendinni er illskilgreind, sérstaklega vegna þess, og þetta hafa framkvæmda aðilar stundum vísað í að það sem við tengjum við gamla Vesturbæinn kannski svolítið bara svona það sem stendur upp úr og okkur finnst sérstaklega einkennandi vegna sem okkur finnst það falleg. Það eru litrík hús með þakkmænum, en þetta er ekki eina. Það eru svona dæmi randbyggðir þar sem eru kassalaga hús sem eru bara á niður í síðustu öld og eiga alveg sinn stað í þessari hverfisvend. Og það hefur stundum verið túlkað þannig að þegar hús er rifið eða endurgert, þá er það gert síðan í þeim stíl og þá hefur sem Minjastofnun tekið þá nálgun að hverfisvendi sé ekki bara að það verður að vera eitthvað í einhverjum stíl sem að fyrirfinnst í þessu hverfisvendarhverfi, heldur þá eigi síðan sá byggingarstíl sem eigi undir högg að sækja, að hann þurfi að nota sérstakrar vernd. Þegar eitt hús er tekið í þeim stíl sem á undir högg að sækja og sem byggt í öðrum stíl sem á ekki undir högg að sækja, það er engin skýr regla stjórnvaldsaðgerða eitthvað svoleiðis sem að banna slíkt. En þá þurfum við held ég að stíga inn í og segja árétta að þetta sé okkar skilningur líka. Og það er alveg fordæmi fyrir að var þarna, hvar var þetta? Það var þarna Steinsnarrá sem að var verið að leyfa að reisa nýtt. Já, það sem að við kærum Holtskoti, eða ekki? Nei. Þetta er hann á Seljaveginu, hliðin á 10. Já, á hotninu Seljaveginu. Nálægt hotninu, já. Að þá var lóð sem er á Vesturgöta 61, sem nær inn að Seljavegi, svona fyrir hotnið. Það var gefið leiki við leyfi fyrir að skipta þeirri lóði tvenn. Það var einhverju kumpallar sem voru þetta í sundi sem var verið vantilega regnir. Og síðan átti að byggja nýtt hús hliðin á Seljavegi 10. Og það var bara sett inn í deiliskipulagið að það væri krafa það að húsið yrði í samræmi við byggingarstíl húsins að liðinu fyrir. Svo að það eru fullt af fordæmi fyrir því að í deiliskipulagsbreytingum að þá séu svona kvaðir ákveðin stílsettarinn. Og ég myndi vilja endilega ef að við tækjum upp umræðum Bræðraborgstíg 1 sem bara ekki bara mikilvægur staður strúktúrlega séð. Þetta er alveg svona fjölfarinn staður. Mikilvægur þeim skilningu rétt þarna við grænusvæðin leikvöllina fyrir neðan. Og sen líka þriðja atriði sem er líka bara bara saga þess með brunan og hvernig fór, sem er bara tilfinningaleg segð. Það er svona gerir þessi aukna kröfu á okkur Vesturbæinga að hérna verið bara vel vandað við verka í minningu þess. Bara heyr, sko. Ég er innilega sammála þessu. Tökum við til það, á hverju vettvangi þetta tekið upp? Nú er þetta lóð sem er í þróun og teikningaukstaðar. Já, við getum bara beðið að fá einhverja kynningu, en það er ekki víst að við erum með að þetta sé neins staðar þannig. Það er í vinnslu, já. Og það er ekki deiliskipulagsbreyting sem er tilbúin, eða það er óskað eftir því eða einhvern veginn. Þannig að það er ekki víst að það sé eitthvað að frétta. Nei. En við getum kannað það og óskað eftir að fá kynningu af málum. Ég veit að Birgir var búinn að biðja upplýsingar stöðu mála. Þannig að Er hann svo sem býr þarna á móti? Já.
Má ég bóta einu viðbót? Já. Ég var að fletta þessu bara inn upp á skipulagsjánni og það er náttúrulega hluti af í vandanum en ákveðnu vanda með gamla Vesturbæ. Stór hluti hans án deiliskipulags. Og ég var að fletta upp á Bræðrabókarskipulaginu er þar. Alla þessi hluti. Svo að norður hluti Vesturgötunnar með deiliskipulagi en suður hlutin það ekki. Og þarna ekki deiliskipulagi. Og í skjóli þess getur ýmislegt gerst. Og þarna getur við til dæmis bara bókaði að tillögu að deiliskipulagsgerð verði flýtt eða að einhverju kvaðir verði settar á vegna þess að þróunarheits á ódeiliskipulu Það er líka punktur sem að hann Birgir hefur komið sem snýst það að það eru mjög fá leiksvæði, mjög fá grænsvæði fyrir börn í þessu hverfi gamla Vesturbænum þess að leika sér og er það bara allt í lagi að eiga þarna svæði sem að gæti alveg farið til leiksvæði, gæti alveg verið grænt, gæti alveg verið eitthvað annað en að fara til einhvern stengumbolta fyrir einhvern sem ætlar að græða sem mest á hverjum höndar. Algjörlega. Nefni ég aftur að það er sem sé lóð þarna milli Nýlendugötu og Mýrargötu fyrir neðan þarna leikvöllinn við enda Bræðrabókarstígs. Að þar er sem sé lóð sem að búið að gefa út byggingarleyfi til Rússnesku réttarkirkjunnar í mann rétt og þau fengu leyfi til að byggja og það var búið að gera einhverjar teikningar sem fór ekki til gang. Þetta virðist vera svona í einhvers konar á einhverjum ís og mér skildist einhvern tíma hefði þau verið að missa byggingarleyfi, það hefði verið framlengt en það hefði verið framlengt aftur og kannski þriðja skiptið en á einhverjum tímapunkti þau kannski bara að segja þetta er komið gott, þetta er grænt svæði, þetta er alveg rosalega verðmætt svæði, þetta er í flúti við Bræðrabókarstíginn sem er svona ákveðin samgöngu ás, voðalega indæll samgöngu ás fyrir gangandi hjólandi, náttúruleg umferðaræði og tengist á niður í gegnum leikvöllinn og það gæti farið ennþá lengra. Svo að þarna einhvern kallar á mann svona dauðafæri að bara ekki bíða neitt lengur, bara byggja þetta upp í samhengi vegna þess að akkúrat við þurfum fleiri grænsvæði og þarna þetta bara komið þetta Bræðrabókarstíginn leið þarna norður eftir að bara Þetta leysir svið þess að snúið þessi byggð er alveg árið nógu þétt. Ég held að þið tóku kannski eftir að koma inn þessi 6 hirndi það er frá réttarkirkjunni, þetta er svona einhver ég held að það hafi framlengt þetta allt hjá þeim þau eru búin að byggja skiljum við að það sé bara ekki þessi stórt en það er ég held það það ég fór ekki fullir það fyrir var þetta það er alveg 5 ár síðan þessi COVID og einhverjum tímapunkti segir maður að það er ekki nóg bara að og til að vera spýtur annars getur hver einstu verktaki þeir sem við vorum með lóðina við Vesturgötuna þau hefur líka getað gert vinnuskúr og samt þegar við erum byrjuð og það væri gaman að bara ef við ætlum að fara að skoða þetta svæði Bræðrabókarstíginn og ekki bara upp og að taka ekki bara frímerki fyrir sig að skoða svolítið svona í heildarmyndinni. Það er gaman að bara fá kannski, ég á hvers hendi þessi skipulagsmál eru á þessu svæði, hver hefði það að segja hvernig þetta á að líta út. Það er kannski næsta spurning, bara hvernig Hvað þetta er statt í ferli? Já, hvernig er statt í ferli, hvort það sé búið að skoða þetta hverju heildstætt, hvort að það er bara stígur pluss þá svæði sem að gæti mögulega verið græn, hvort það sé búið að taka þau inn í einhverja heildarskoðun á hverjum. Bara svona smá varnaðarorð varðandi að skoða hlutina heildstætt. Ásta Olga Magnúsdóttir sem var
fulltrúi íbúasamtakanna í íbúaráðinu þetta með. Þau voru með töluverða vinnu. Birgir var þá, hann var formaður íbúaráðsins. Þau voru með marga fundi þar sem voru að reyna að taka henni fyrir þetta heildarmyndin á Grænusvæðum. Og það var mjög erfitt vegna þess að það eru margir aðilar úr mismunandi áttum sem koma að þessu. Það er ein deild sem sér leikbreytina og önnur sem sér gróðurinn og það var voða erfitt að reyna að fá bara alla saman fund. Og þetta er bara mjög algengt að við viljum svara einhverjum spurningum og þá einhvern veginn kemur bara ein hlið sem á líkveitur sem yfir overlapp og sem glöfur. Það þarf vel að fá bara alla þessa aðila í samtal. Það er erfitt. Ákvörðunarvaldið með hvað hægt þetta verður hjá einhverjum einum. Eflaust ekki. En hver eða hverjir hafa þá úrslitavald? Hvernig getum við komið í þann farveg að segja, ok, hér eru menn sem eru sammála og þeir eru fleiri heldur en þeir sem eru hinum með yfirborðið, gerum þetta svona. Bíddu, eru að tala uppbyggingu grænna svæði í Vesturbænum? Það er bara pólitísk ákvörðun, sko. Þarna ég veit kemur inn í þetta. Það er pólitísk ákvörðun. Það er pólitísk ákvörðun. En raun og eru, já. Fyrir. Já, sko, ég meina ef ég myndi núna ákveða, bara við hérna, þú veist, við varum með borgarfulltrúar og við erum bara herru. Grænsæði, let's go. Og þá fyrst hef ég bara vinnum við það að finna einhvern stað sem þetta henta. Ég myndi alltaf að segja að ég sé hann eins og við veitum, þannig að kring kuðunginn og alltaf, en ok. Og svo er það bara tillaga sem er lögð fram fyrir borgarstjórn eða borgarráð, hún er svo samþykkt og þá er það bara farið í það. Og það fer á fjárhagsáætlun, fjárfestingaráætlun og svo framkvæmt væntanlega. Og hlutverk borgarstjóra framfylgja þessu. Hérna myndi ég segja annars er embættismannaræði. Nú veit ég hvað þið gerið í vinnunardaginn, ég ætla ekki að ekki neitt sko. Ég ætla ekki bara að segja neitt það það er ýmislegt sem þið gerið en varandi það sem snýr á okkur við held ég að getum alveg tekið þessu umræðu hvernig þetta horfum við okkur vegna þess að allavega íbúðaræðinu og við höfum alltaf ákveðna tengingum út í foreldrafélögum og íbúðasamtökin og við getum bara draumað upp svolítið umræðu og íbúðaræði getur staðið fyrir einhverjum fundum eða einhverju slíkur þar sem bara tökum þetta samtal svo við heilstætt þá getum við fengið þessa aðra vegna þess að áður við förum í einhverja þegar við gerum þetta hérna vegna það er ekki nóg að segja bara let's go á Grænsvæði, hvað ætlum við að gera það er svolítið það sem að það væri sterkt fyrir innlegg sem að íbúðaræði getur komið með inn í þessu umræðu að taka þessu umræðu, koma með einhverja svona samantekt á annars frá því sem er hægt að gera og því sem er áhugi fyrir að gera og hvað skipulagsmennta fólk segir að það er skynsamlegt að gera og þá getum við komið með tillögu sem þá að taka fyrir í borgara og þá kemur það inn á ykkar þá er því sem segir nei eða let's go. Já, það er myndið ef það kemur hér þannig kanal en til þess að ef maður ætlaði að vera einhver svona þú veist, ég veit alveg hvað myndi vera sagt að því að svo við getum tekið ákvörðum að gera eitthvað en svo eru náttúrulega allar hindranirnar sem þarf að hoppa yfir í tilfelli fleiri græna svæða að garða í Vesturbænum þá er það fyrstulega ákveða lóð við ykkur þeirra eru alltaf eigu einkaaðila og það verður að taka ákvörðum að kaupa tálhólf undir það sem er bæðið eitthvað sem er alveg gert sko. Það er ekkert úr myndinni, það er oft verið að kaupa blóðir, borgir oft að gera bara í hinum og þessu tilgangi og svo það pink og þá þarf að ákveða þú veist hvar á borgarsöguna á þetta að vera en þetta er eins og allt annað í raun og veru sko þú veist það er bara fyrst og fremst pólitísk ákvörðun hvað við viljum gera og svo kemur allt hitt hvernig ætlum við að gera það og hvar og með allir hinu skilur þú veist og það er svona og með hvað peningum sko Ég sé líka margt sem er að gera sko sem að kostar allt peninga en bara það að setja upp eitthvað svona heildarmynd þar sem við erum ekki bara nálgast Grænusvæðin sem þessi rólóveldur þessi litli skiki hér þar sem við aðeins skoðum bara hvaða svæði eru perlur við erum með og þá getur líka svolítið séð hvar vantar eitthvað við þá ekki varum þetta að hugsa með daginn bara hvort við
þessu er fylgt eftir þegar bakhópurinn, þeir sem eru ný sko, það er svona fyrirbæri sem heitir bakhópur, hvert íbúð með bakhóp, fundum með bakhóp og við hörðum fundum með hluta bakhópsins samfélagslega um aflagnaður en við höfum fullt trúa fyrir eldri borgara og þá bentu þið til dæmis á að það er engin bekkir í kringum Hagatorg. Það er skoðað bara borgarlega og það eru bekkir víða en sem er svona smá eyja, það er bara engin bekkir og þau voru að segja sko og þau vissu þetta bara á sjálfu sér áður en þau skoðuðu kortið sem voru bara skoðað kortið saman þá bara fyrir þau sem eru að fara sko út í sögu eða bara í hagfræðslu eða Þegar pósthúsið var. Já, það er svona ása sem að bara strax og komið bekkir þá hef ég sem að ég sem bara á eftirlaunum ég get mér ferð þangað sko en ég þarf ekki að sest bílnum það er svona hluti sem að kannski vantar svona hittar sínina og við erum með ákveðin grænsvæði sem að okkar ávirða en það er bara aðgengi að þeim liður og þá til dæmis eins og Bræðraborgarstígurinn er svo yndislegur vegna þess að hann er rólegri en Hófellsvegur en ekkert brattur heldur en leiðin yfir Hringbrautina er alveg skelfileg og að það er svona hluti sem við getum gert til þess að tengja þau gæði sem þó við höfum í hverjum betur saman en þetta kemur oft einmitt til bara þegar íbúarnir finna eitthvað sinni eigin skynni og mér finnst að íbúar geti til dæmis verið þessi kanal fyrir íbúar sem finna á sínu skynni til þess að ræða þau fulltrúa borgarna. Og ég segvaði yfir í annað. Ég ætlaði svo líka eftir að við búin. Þú mátt halda áfram ef að... Það er ekki þessu, það er annað. Það er Það eru þið þrjú og svo skulum við koma ennska. Umferðar öryggið, ég man ekki hvort ég hef nefnt þetta á síðast en það gæti að verið svona virkilega aftur passa en það væri gaman að taka og ég þegar Einar var með fundarröð í hverfunum þá var fundur út í Vesturbæjarskóla og þá var gert svona orðaský hvað skiptir með þess að umferðar öryggið var eitt af og þetta var eitthvað sem var hæst bara í öllum ferðum og við fengið reglulega fund með nýlega fengum við frá Höskuld fyrir öryggis sérfræðing og þetta er eitthvað sem við finnst að þið þurfum bara að vera reglulega og það var sem íbúi í Vesturbænum og Höfunum sem var að kvartandi, ég hef heyrt þetta frá fleiri Dunhaganum, það er bara, þetta er svolítið breið gata, það er ekki bílastæðin, ég leggur þar sko, nóg pláss fyrir bílastæðar röða öðrum megin, en þegar þeir eru ekki þá er hann svo brjálæslega breið að fólk eykur mjög hratt og það er þarna þessi hraðahindrun við stíginn, jú, ég hætti að rætta þetta síðan, og það er svona hlutir, mér finnst að bara, við þetta væntum að reglulega við tækjum svona umhverfið öryggishakkan og værum svona hægt og rólega að byggja upp bara kort af þeim stöðum sem okkur finnst fríða svolítið á. Ég veit að þau hjá borginni eru bara með sitt ferli. Ég þætti gagnlegt að hafa svona aðeins meira gagnsæi þessu ferli. Ég talaði bara um þetta að svo lengi sem við vitum að einhvers er að vænta þá þá líður mér betur sko. Frekar heldur en við vitum ekkert er einhver að fylgjast með þessu. Svo það er svona hluti sem ég held að veri gagnlegt að fá og bara svona til að klára á því dæmi hvað er erfitt að fylgjast með einhverju sem er í gangi. Það er upplýsta gangstéttin eða gangbrautin við Melaskóla yfir þegar hún var sett upp, svo ég bara svona aðeins og eða svona tíma bara litla söguna, ég sá allt minni bara einhverja framkvæmdir og þú segir frábært, það er bara komið tími til að gera þetta betur. En hvað þá sá ég að þau voru að taka hraðarhindrunum sem var. Þetta er mjög skrítið og þá var samt að ég saman með borgin, það var mjög erfitt að fá svör. Ég fekk bara stöðlusvör og þú viltu virkilega ganga eftir nei, ég vil fá að vita af hverju þau eru að gera það sem þau eru að gera og endanum fekk ég sem þau svör. Þetta væri ein af 3 svona
gangbrautum í borginni. Þetta væri tilraunaverkefni. Og þau gerðu þarna hraðamælingar fyrir, varst þú ekki inn í þessu, fylgdist með einhverjum pósta. Og síðan hefur ekkert gert, sko. Það er eitthvað tilraunaverkefni sem núna orðið 5 ára gamalt. Þetta var til að Sjálfstæðisflokksins var síðasta kjörtímabili. Ok, en sko það gerðist ekki í þessu og reglulega bilaði þessir fletir. Við ræddum þetta einhvern veginn, ég er persónulega mótið þessari útfærslu vegna þess að ég hef farið þetta með krakka á leiðinni í gegn og strax sem það kemur ljós upp á gólfinu, það skemmir nætursýn. Ég sé ekki eins vel eins og það væri bara ljós á sem við stundum talaðum sem snjall ljós. Það er engin snjalli, þetta er bara hreyfiskýrari. Það er engin snilld í þessu, það er engin svona, já, þetta er bara spurning að vera með eitthvað interaktív og við ræddum þetta svolítið í gegnum ljósastefnuna, hvort að ég að vera eitthvað svona bara alltaf ljós, það er líka bara gátt að það sé bara, og ég veist að þetta séu það fjölfarin gatnamót að það ættu bara að vera bláir ljósastaurar með lýsingu. Það er þetta þeir bættur reyndar lýsinguna þegar þeir gerðu þetta, en ég er sammála, þeir tóku hækkunina, þó er hraðamælingar akkurat þá hafi ekki sýnt meiri hraða, að þá og er samt mikil hraði þar. Mikil hraði. Er ekki bara tilefni til þess að mæla þetta aftur? Já, þetta á að vera mælt reglulega þetta svæði. Okay. Það voru sko gerðar... Tilefni til að kalla eftir mælingum. Það kom mér óvart að það hefur gerað mælingur í höfðu, það var bara flott. Sem þetta sko mælingarna voru ekkit rosalega umfangsmiklar. Nei, þetta var hálftíma klukkutími og það segir maður bara ekkert og ekki yfir skóladegi, eða þú veist, jú á miður skóladegi þegar allir voru inni. Já, svo en síðan er bara hitt sko að þetta er svæðið þar sem að krakkar eru bara að fara í skóla, þannig að það þarf bara að vera almennilega. Og ég er volið hrifinn af einmitt svona upphækkuðum gatnamótum, það sem bara er allt í plani fyrir gangandi. Utan og utan vest. Hún er mjög vel hefnið. Hún er mjög vel hefnið. Hún er flott. Það er bara mjög... Bæði uppbækkun og mjög góð lýsing með lágum staurum. Já, það er einmitt allt of víða hérna í hverfinu sem við erum með þessa, ok, nú skal ég bara með ljósastaurina. Brauður bara næstir í farið Suðurgötunni en þess vegna sko Hjarðarhæginni sem líka með þetta. Þetta eru ljósastaurar sem eru sömu ljósastaurar notaðir bara út á hraða. Ekki fallir og líka sko gefa okkur þá tilfinningu að við séum bara hraða. Og bara það er einhverstaðar, það sé á ánægnistum, einhverstaðar sem er búið að bara setja lægri ljósastaura. Það er allt ennur upp. Svo fer ekki það. Alltaf og frá fyrir. Ég er með tvær eina spurningu og eina bara pælingu sem ég vil kasta inn í kosmosið. Annars verður að spá í varandi með Jóallhúsið, það átti alltaf að flytja hana 100 manns og það svoleiðis. Og ég fór að hugsa með mér, þú veist, væntanlega er þetta einhverjar fjölskyldur eða hvað, eða ekki? Og það væri áhugavert að vita það, bara upp á það hvort að fjölskyldunar ekki gangi í skóla eða börnin og er þá jafnvel pláss fyrir þau börn í þessum skólum af því að eftir því sem ég best veit þá er uppselt að mest í skólum ef þeir eru bara að, hvað segir maður? Grandaskólar pakkaðar. Já, pakkaðar, já, Vesturbæjarskólar líka. Mjög þéttur. Já, og þú veist, með tilkomið þessa uppbyggingarreita sem að núna eru bara að klárast, sérstaklega í gamla Vesturbænum, og þá er ennþá meiri. Svo var það hitt varandi söndun eða söltun, af því eins og tækja eftir, þá erum við hægt að sanda og byrjuð að salta. Það er bæði. Það er ekki fortsviki gert. Þetta eru ólík verkfæri fyrir ólíka aðstæður. Ég hef ekki orðið vörun eitt sand. Það er ekki vegna aðstæðna. Við fengum heldur kynningu á þessu einhvern tíma. Það var stannlega sem sé... Sumar, já. Það er ekki langt síðan ég satt landið. Já, ok, ég fletti þessu. Þegar það er vitið búast að það er blautt og það er að frista, þá er það saltað og það er til þess að sem raunur ræða það sem þú tegar þig. Ef að það er dýpur klaki sem að saltið bara vinnur ekki á, að þá er salt. Já, ég nefnilega hef ekki tekið eftir sandurum á þegarklagurum þegar hann hefur, en hann hefur ekki verið lengi, eins og við sæmilega hlýr. En varandi saltið er ég bara rosa marga athugasemdir frá fólki og þið eflaust líka, hundaeigendum sérstaklega,
af því að þetta svo gróft salt Já. og þetta fer illa í litlu þófana og ofunum. Þannig að ég var að spá í einhvers staðar, bara ekki akkutímina, bara brjálæði að gera, að fara að skoða hvort það hefði verið einhver fjölgun á þóatengdum vandamálum hjá dýralæknum hverfinu. Þetta bara, ég ætla kannski að gera það, en allavega, ég vildi svona kannski varpa fram þessu umræðu hér. Þið hefðu orðið vör við það að hundaeigendur og aðrir hvart undan, hundur minn kynist núna nýlega var haltur, ég veit ekki af hverju, hann bara fór út að labba og kom tilbaka haltur, kannski var að gleymlót, kannski var risastór saltborgið, allavega, ég kasta þessi hér fram. Jóðljósið saltið. Ég miklu meira kortun á það sé ekki saltað eða ekki mókað. En það, finnst þið? Já. Já, með að því hún nefndi skólamálin og aðstöðuna. Það alltaf búið að tala mjög lengi að fyrir að bæta aðstöðunni í meðalskóla, til dæmis aðgengi fyrir hreyfahafða, sem bara ekki til staðar. Þannig að þegar einhver vill fá að vera í skólanum og í hreyfahafða, þá bara það er bara ekki búið. Sem náttúrulega alveg galið fyrir fólkinu og búin að vita þetta í áratugi. En ok, og bara að tók hvort að sé eitthvað í bígerð þar. Það er náttúrulega vitað eftir lekafrækjundir sem voru fyrir 1,5–2 árum. Að það er náttúrulega að ljóst eftir það að gera miklu meira, þannig að glugga og múr og svo framvegis. Þannig að hvað þetta sé í dagskrálinni? Grunar verði nú ekki fyrir eftir að Hagaskóli sé. Það var alltaf þessari kynningu sem við fengum í Hagaskóla. Það er reyndar annars sem við getum rætt varðandi Hagaskóla, vegna þess að við skildist í hirði að sem sé Hagaskóli hefði sett fram einhverjar tillögur byggingu og fólkinu hefði sagt þið eru að skera þenni 15%. Og það hefði alveg verið bara peningamál, skildist mér. Og síðan eftir það þá í raun og veru það voru einhverjar breytingar, þannig að í raun og veru verið frekar ástætt til að stækka þetta byggingu en þess að 9 árum. Svo við erum komið, svo það verður kannski nokkuð sem við ætlum bara að íta á að við erum með skóla sem skiptir bara rosalega miklu máli. Það skiptir rosalega miklu máli að þeim verður bara gerður almennilega. Við þurfum bara að hugsa til næstu áratuga og frekar heldur en að vera að gera eitthvað skeravinnu, eða hvort það ekki verið út af nýja litla skerifirði. Vegna þess að litla skerifirði er gert ráð fyrir skóla, frábært. Nýja hverju sem ákoma svo flugvöllur. Já, fyrir ekki nýja skerifirði. Já. Það er gert ráð fyrir skóla sem er frábært fyrir íbúa skerifirðar. En hann er bara upp í 5. bekk. Þeir eru búin að vera fram og tilbaka með þetta. Þetta var eina ástæðan fyrir að allir að gera nýtt í meðalskóla. Já. Þarna munu ennþá, en það mun klárlega taka aðeins pressum af meðalskóla, en það mun ekkert vera nóg. En þarna eru 9 nemendur sem munu hvort sem fara í meðalskóla eða skerifirðarskóla, sem munu fara í Hagaskóla. Ég veit ekki haldið mér andanum með byggingu þessa. Nei, þarna kemur að Hagaskóli þarf, ef eitthvað er meira magn heldur en gert ráð fyrir. Heldur en gert ráð fyrir áður en að koma þessi krafa að skera niður 15%. Þetta er eitthvað sem við þurfum klárlega að taka fyrir hygglust. Góð punktur. Og það væri gaman að fá bara mannfjölda spár og kúrfur. Það er fullkomlega eðlilegt að í hverfum, og það er hverfið sem eru skólar eru með bara töluvert fjölda stofum sem eru tómar. Það er engin þörf á þeim. Það er ekki nóg margir krakkar. Það er ekki það margir krakkar í hverfinu akkurat þá. En síðan koma það bara þessar bylgjur. Og skólarnir þurfa einhvern veginn að geta tekið á kúm. Og ef það væri eitthvað eins og svona lausnir eins og bæranlega kennslur, þá er það bara kannski mjög skynsamlega lausn. En það er samt ekki bara að segja, heyrðu, við erum að leggja til einhver tillögur, gera alltaf 100% af þeim og bara vona því besta. Og hérna þarf að passa að þetta sé gerðið talið. Ég held að það sé bara 2 aðskilin mál, Skólabygging er bara bygging. Þú getur nýtt hana ef það er tómar stofur og nota hana, leiðir það bara út í eitthvað. Frekar en að ég myndi gera það, Það er ekki gera það en ég kennari.
Já, ok. Ég veit ekki Þú alveg. getur ekki blanda hvaða starfsemi sem held ég. Nei. Þú getur ekki leigt út skólastofu, vegna þess að það eru náttúrulega bara nemendum með sína hluti og þetta er bara heimili nemendina. Já, ég er ekki talað stofur sem er notkun, svo það getur verið tómastofur. Þeir eru tómar á kvöldi. Já, allar stofur. En þú veist tala með þeirra börn. Jú, eða það Þeirra börn sumstar sem eru bara, og það er reynt að koma einhverju starfsemi þar fyrir og borgin hefur stundum að fara með einhverju skrifstofur settar þar einmitt. Já, það er það sem ég er að tala sko. Ekki stofur í notkun. En síðan já. Nei, við erum með fullt af punktum til umræða næstu fundum, sem er flott, en þessu umræða verið svolítið að ræðast á langi. Þannig að við skulum bara svita fundið bráðum, fyrst slokka á strömmi, förum við fundagerð.